borðað úr barendunum mánuði síðan. Hvernig var það? Hver fór síðastur heim? Allavega, takk fyrir síðast. Mínir og herrar, verið velkomin á 25. 27. Takk fyrir. M.A. Morðingja Anonymous. Formaður þar að segja ég, fjöldamorgin stefnandinn mun nú fara með dagskrá fundarins og fjöldamorgin bókasafnsfræðingur mun skrifa fundargerð og fjöldamorgin slátrarinn andjóðfulltrúi og meðstjórnandi. Hvernig það? Veit einhver hvað slátrarinn er? Klukkan bara 5 mínútur allan korter í hann. Ef við fyrir hratt yfir sögu þá er dagskráin þessa leið. 1. Karaoke kvöldið í næsta mánuði. 2. Við minnumst fallinna félaga. 3. Inntaka nýrra meðlima. 4. Önnur mál og 5. Kaffi, kaka og almennt spjall. Já, símaskrúmaður. En það var að stökka á símum og fundum. Já, mikið rétt stökkuðu símunum. Já, stökkuðu á þeim allir. Einmitt glæsilegt. Þá komum að fyrsta liði dagskrá. Karaoke kvöldum í næsta mánuði. Símaskrúmaður, þú kannski hérna. Eins og þið vitið styttist óðum við í hið árlega kamp í kvöldumorðingja að mánuði. Lagalistin er svo sami og hefur verið önnur ár og fólk endilega hvatti þess að skrá sig sem fyrst þar sem reglurnar endurtekningu á hverju lagi eru afar strangar. Vinsælustu lögin síðustu ár hafa verið Stay Alive, Run to the Hill og Komdu og skoða í kistunni. Reglan er eins og vanalega. Fyrstir koma, fyrstir fá. Einhverjar spurningar? Já, læknir. Nýjar slökk á símanum sínum. Jú. Nei. Ef Bjössin segist að hann slökkt á símanum sínum hlýtur hann á að gert það. Einhverjar fleiri spurningar? Nei. Gott, flott. Skráningablaðið er þarna. Einmitt glæsilegt. Takk fyrir þetta, kæri símaskrúmaður. Þá komum að næsta liði dagskrá. Við minnumst fallinna félaga. Eins og flestir hafa tekið eftir, þá er stórt skarfið höggvið í hópinn. Fjöldamorgin blöðrubaninn er ekki lengur meðan úr. Við skulum hafa stuttan þögn til þess að minnast þessa fjönaða vina okkar. Hann hefði lifað lengi og vel og bölvuð lögreglan hefði ekki skotið að 15 sinnum og keyrt svo yfir hann. Við lútum höfði. Þakka þér fyrir þetta, Anna Mikið. Að skemmtilegri málum. Inntaka nýrra meðlima. Startu upp bussi. Halló? Ekki fyrir mikið lefist að tala. Amma, gerður aftur, Sussubía. Þetta hér, mínir og herrar, er bussi. Hann er ekki ennþá komið með almennilegt morðingjanafn en við eftir að heyra hans sögu og saman munum við svo finna gott nafn á hann. Businn er auðvitað bara tímabundið nafn. Það er enginn að fara að kalla þessi hvað. Það verður auðvitað fáránlegt morðingjanafn, sko. Þú má tala um hann. Gott. Ok. Takk. Hæ. Ekkert stress. Lakaðu bara á. Við getum treyst öllum í morðingjum að Anonymous. Við vitum ekki eins og hver við erum sjálfur umhverfum. Við þekkjum bara hvort annað á okkar gælunöfnum. Eða eins og sum myndu segja, okkar raunverulegu nöfnum. Og það sem þinn fyrsti fundur, þá varum við að fá að heyra þína sögu. Og satt best að segja, er ég afar spennt að heyra. Það sem eru dauði leið á því sem að þau hinna að segja. Ég heyrt það sko milljón sinnum, trilljón sinnum. Mína sögu? Já, hvernig þú endaði ekki. Hvað er mest áhrif á þig? Þú veist hvernig þú drafst. Ég skil. Yndislegt. Ég ætla að fá mér sæti og sé máttu gjöra svo eða fyrir ég. Já. Þetta er málið ekstri. Mér er skilur erfitt að tala fyrir framan annað fólk, sérstaklega morðingja. Þessi athugasemd. Ok. Svona, við skulum ekki missa okkur innan. Fyrsta skiptir auðvitað og alltaf verður. Það er okkar að deyja þessu hlutu. Já, einmitt. Morð er ekki eitthvað sem myndi skella í statusum á Facebook, sko. Nei, ég fæ
ætla að taka út strax. Það ekki svona læka það og sko, bara svona fílum þetta. Já, einmitt. Og þess vegna stofnaðum Morðingja Anonymous. Hvers vegna? Til þess að spjalla, tala, ræða málin. Við erum ekki hingað komin til þess að stappa stálinn í hvort annað til þess að komast í gegnum daginn á þess að myrða. Vert á móti. Það má í raun líta á mann félagsskap okkar sem spjallklúbb. Við gortum, við hlæjum. Það er svo gott að hlæja. Taktu svo þetta. Það má enginn veita á tilvist þessu orð. Enginn. Enginn! Ok. Sestu, ég skal sýna þér hvað nokkinn þetta. Sestu hana. Ég kölluð stefnandinn. Hvað ég var skýr sem barn eða hvað ég heiti vinnunum minni skiptir ekki máli. Stefnandinn það sem ég kölluð stöðum. Fyrsta skiptið mitt var á föstudegi. Umferðin var þung, þyngri en annarlega. Hún fór svo hægt að manni leið eins og maður verið fastur í ljóskeið. Það var heitt úti og loftrænstingin í bílnum mínu var ekki að gera sig. Og ég fann hvernig svitinn rann niður bakið. En loksins kom ég að hringtorginu. Hringtorginu sem myndi losa úr þessari umferðarstöku dauðans. En þá gerðist það. Innan úr torginu kom brunandi bíll. Það var svona rauður bíll, sko. Ég man ekkert hvað að gerða það var. Það skiptir heldur engin máli, sko. En þið vitið menn. Boring. Við mættum þessu milljón sinnum. Vitið ekki bara þeim. Allavega, hann brunaði beinustu leið út úr hringtorginu án þess að gefa stefnuljós. Og ég hef enn að bíða eftir að hann keyri framhjá. Því auðvitað þess að ég get keyrir í hliðina á gallinu. En úr því að hann tók beinustu leið út úr hringtorginu við hliðina á minn akrein án þess að gefa stefnuljós. Það beið ég eins og bjáni og konan fyrir aftan mig að byrja að flauta út af því að hún hélt að ég væri ekki að fylgjast með. Og mér brá og þá bara gerðist það. Ég vissi alveg niður í maga að ég ætla að finna manninn á rauða fólksbílnum og þegar ég finn hann, þá ætlaði ég að drepa hann. Ég gaf í brunaðinn hringtorginu, en fór ekki út mína götu, heldur tók nánast heilan hring og elti hann. Auðvitað fattaði að hann ekki einhver var að elta sig, ég meina, við búum á Íslandi, sko, síðan hvernig eftir einhver á Íslandi. Ég man hvernig spenningunum í maganum magnaðist eftir því sem að bílunum mitt okkur fækkaði. En loksins var ég fyrir aftan hann. Þá sé ég, það er ekki nóg með að maðurinn gefur ekki stefnuljós. Heldur hann líka að snappa Ævar vísindamann vera að skeila hundinn sinn. En ég hafði einhvern tímann efasemdir að hljóðar allar út gluggann þarna. Síðan það beygir henni í bókutu, aftur, ekkert stefnuljós. Hægir á sig, stoppar, opnar dyrnar og þá gef ég í. Ég keyri á hann að öllu afli. Hann kastast frá hundi mitt eins og dauð hossafluga. Útliminni sem ég allar átti svona hangir hann á í örfáar sekúndum með svona heimskulega rutturinn á sig, sko. Þannig að ég bara byrjaði að hlæja. Langar eiginlega bara að setja rúðupyssu í gamli þess að loðinu svipinn. Hangir hann á ennþá í örfáar sekúndur, þar til ég snöggum. Og hann kastast hann aftur í göttuna og meiði sig greinilega svolítið mikið sem í hausnum svona reyði svo að standa upp, sko. Og þá gef ég aftur í. Og í smástund var ég einhversi sem komið til sveit. Að þessu þúfur út allt. Bíllinn á ferð og flug. Bara algjör torfara. Og svo bakka ég. Og einu sinni. Og bakka. Og dríf mig svo í burtu. Hef gert þetta, sko, 7 sinnum síðan þá. Bara síðast núna í mars, sko. Reglur eru reglur. Þú átt að gefa stefnuljós. Hvernig var það? Má maður panta lög á karaoke-listan strax eða verður maður að skrá svo á listan? Skrá svo á listan. Allavega. Morð er ekki eitthvað sem þú ræður um hvern sem er. Þess vegna hittumst við hér. Við skiptum svo stríðsögum og finnum gott nafn á hvort annar. Ég til dæmis stefnandinn út af stefnuljósinu sem allir kom. Og síðan fá okkur kaffi og kökur. Hver baka annars kökun í kvöldin? Það er svo vita á og rafurinn yndislega. Takk fyrir það. Og það er ekkert að vera stressaður fyrir ég að tala fyrir framar og við erum jafn mismunandi og við erum mörg. Allt í lagi? Eins og til dæmis hann er nú töluvert öðru sem ég í stað. Þeir kalla mig bókastarsprekkin. Hverjir?
Nú þeir sögum og kallaði símaskrámaninn sem verður að segjast alveg eins og er. Bókasafnsfræðingurinn miklu fallegra orð. Hvað gerir þú? Svona án þess að gera upp of mikið mig, vinn ég á bókasafni. Það hitt ég ótal marga á hverju degi. Hættu þessu. Það er ótal margir sem fara einstaklega illa með bækurinn sem þeir fá lánaðar. Það sem ég geri, raun og veru ekkert flókið. Fyrir tölvuna, finn hvort fólkið á heima og vola, gengur skugga og hætti að fara illa með bækurinn. Hvað gerir við þau? Ó, það er ýmislegt. Tók svona tímabil sem er reyndað að stilla mig upp sem frægum bókakópum. Bölva þessi, það líkin eiga til að lyfta stuð og styrna í asnalösu stellingum. Jó, ég náði einn svona apa eftir bróðum Jónsvettan, þú veist, strákarnir, þeir á hestum neðrum nonni. Gott Axel og alveg þess virði. Og já, svo sker ég upp hana með pappír. Mitt sérkenni, allir morðingjar verða að hafa sérkenni. Og gott nafn. Já, mjög gott nafn. Og þú lítur á að heita símaskrámanninn? Jú, það hafa allir heyrt mig. Ég er líka stór hættuleg. Ertu ekki hræddur? Jú. Ætti líka vera. Ég get ráðist á hvern sem er. Ég er ekkert eins og stefnandinn eða bókasafnsfræðingur, sko. Ég ræðst ekkert á ákveðnum hóp og fólki. Þú ert ekkert að vera hræddur við þá. Þú bara gefur stefnuljós, þú verður vel með bækurnar sem þú fær lánaðar, þá ertu öruggur. En ég opna bara símaskrána á hvaða stað sem er og búm, finn fórnarna. Hver sem er fyrir dotti í lukkupottinn. Og svo ríf ég blaðsíðuna úr símaskráni og treð henni upp í fórnarlambið eftir að ég murka á henni lífið. Og stundum áður, þetta beint, sko. Það er samt stundum vesend þegar það byrjum staðar hana lengst út á landi. Það er svo dýrt að fljúga, skilur, og maður getur orðið beðið eftir. Er það ekki hættir að framlega símaskrána þetta? Hvað sagðirðu? Guð, ekki minnast á þetta. Best að tala ekki það. Róleg! Eftir að vera að fyndina! Ha? Nei, ég á bara ekki svo gott. Ég á gamla skrá, sko. Nota hana bara. Frekar feit skrá, sko. Svo kemur þú hérna bara með kjaft og heldur maður að taka því degjandi og hljóðalaust. Hvað hefur þú gert? Ha? Nei, ég myndi ekki íbverðu, sko. Já, passaðu þig bara. Svona, hér er ekki traust, hér er allir vinir, ekki satt. Ekki satt. Jú, takist nú í hendur og sína þetta busuna að segja ykkur sína sögu. Svona nú! Hvað? Ég ger ekki neitt. Jæja, nú er komin að þér. Já, það er nú ekki frá mikið að segja. Ég hef mist 2 manneskjur. Þetta. Og hver voru þau? Það voru skipt mér. Foreldrarnir. Þetta Er ekki eftir lagi með þig? Þetta hefði sem mjög erfitt að sætta mig við. Við skulum halda með nefni herra mínur og frá að heyrðu enga kröfu fyrir busan. Hvað sagði ég? Afsækja. Ó, hvað er sérna? Já, fólk klára afsækja mig. Hvað varst að klára? Ganga frá. Þú? Losa mig við sönnunargögnin, maður. Það verður alltaf meira og meira vesen. En þannig verður maður sterkari. Þetta er þingja voru. Varstu með fleiri með? 3. Wow! Einn fórnarlamb er bara orðið og öðru. Í gamla daga þegar maður setti bara nóg og dóra og lítið sportið. En núna er ekki helst að þessu flest og helst hlaupbútum smattsöðu þurfa maður. Þá sleppir líka að vera ræktina. Grófstu? Hver er þetta? Nýr, businn, við treystum honum. Grófstu fórnarlambið? Já, í gamla daga. En þá voru það bara börn. Ég var svo matur. Maður þarf ekki að syngja mikið af mótdóna til þess að halda henni niður. Og grafina voru mjög minni. En núna er ég mikið því að slátra unglingur. Setjum mig grímu og eldi eins og vitnisíkur. Ég er núna að taka svona bústaðartímabil þar sem ég sérhæfi með ráðstinn í partí sem er haldinn í sveitum. Ég ætti að fylla bústað og svona. Það, ekki glápa svona á mig. Læknir stóðu bara til þess að ekki sé mótið dagurinn. Hver aftur ástæði fyrir slíkvægur? Bróðurinn er að minnstur á það. Þess vegna vildi ég ekki að nefni systkini. Sem er útskýring sem ég gæti algjörðan sens. Hver vil ekki gera sama í sömu stöðu? Segðu busunum hvernig þú gerir þetta.
eitur. Læknir þetta sérfræðingur í eitur og alls kyns vitleysu. Ég hef krökkus koma heim til þín C-vitamin með ykkur og er búinn að blanda smá eitur í samræðu. Og svo löngu seinna, barnið góðgar lengst í burtu, búm, umhyggja barnið. Hvað er allt í mikið sjúkdóm og engin virk gerist? Hann er metnaðfyllstur á ykkur öllum. Hann er snillingur, getur stillt reykir til þess að líta út eins og alls kyns sjúkdóma. Ég ætti mjög að bara hérna að hefði krákuna. Voru því hún gerist guðsinn? Ég myndi samt ekkert vera að abbast mikið í honum. Hann myrti foreldra sína. Er ekki alveg lægi heima þér? Greinilega ekki. Ég veit ekki enn hvað að kalla þig, en við förum ekki heim í kvöldur fundið gott nafn á þér. Ok, herðu. Víst ég að hvað á kynlista? Fyrst eru önnum á, svo er kaffi og kaka. Ekki gleyma kökunni. Nú er sko aðrið. Já, kakan er í góðu læknisins. Listin er þarna, við erum nú fundan og snið. Glæsó spæsó, jæja, önnumál, eitthvað sem fólk vil ræða. Já, læknir? Ég þarf að skjótast á klósettið. Við erum öll fullorðið fólk, sko, það ert ekki að vera nefnu. Einhver annar? Nei, ekki? Aðgjarnu tilefni, vill ég bara svona rétt minna fólk á að passa sig þegar það vil að finna nýjuð í hópinn. Ég meina, Facebook og Twitter eru fínustu samfélagsmiðlar, en þegar maður leita að nýjum morðingjum er einhvern veginn ekki alveg statusinn sem við viljum blasta út í kosmosið. Þetta þarf að gerast undir rós og bjóðum engum hingað inn nema vel ígrunduðu máli. Það má enginn vita á tilvist þessa hóps. Er það skilið? Gott, segja með mér. Það má enginn vita tilvist þessa hóps. Einhver annar? Nei, ekki? Það er bara komin tíma á kaffi og köku og karmlistan. Ég segi fundislitið. Heyrðu það vantar hnífapör? Ég náði eftir, til með ég sækja þau. Sjáðu hérna, við erum búin að fara til vend og sem þetta sem er nokkur orð hérna. Ég vaknaði á sunnudagsmorgunni og sá þá allt í ljósi. Ég náfótaði hlýðina með blessunni og myndinni á belli í ljósi. Morguninn að káðan jók. Tókast ég upp á hausinn á henni og á hana svo inni í lag. Það er gott að vera lausur þessa lungatíð. Hvað er að gera við þetta? Nei, hættu nú. Ég ætla að skrapa á klósitið. Muna að skrafa okkur lista. Já, ég með. Þetta er að læsa okkur hérna. Já, takk fyrir það. Satt þetta að segja að ég nú heiðurinn á því. Nú, vel valið. Já, takk fyrir það. Það var sko einhver kall sem átti hennar stað. Ég draf hann vatna mér í það. Mér varst ómögulegt að láta salinn standa á öðan. Freka fyndið. Já, freka fyndið. Heyrðu, hvernig var það? Þú sagði okkur aldrei hvers vegna og drafst foreldra þér. Morð! Hvað er það? Hvað er það bylla? Læknir, inn á bæði, einn púls! Það er morðingi á meðal og... No shit! Þetta má ekki! Oh my god! Þetta má ekki! Heyrðu, sást einhvern? Þetta má ekki! Heyrðu, hlustaðu á mig! Sást einhvern annan inn á klósti? Nei. Held ekki, nei. Það er engin annar en nema við. Öldur læstum leið og allir mættir. Oh my... Þetta er gjörsamlega óþolandi. Reglur eru reglur. Alþjóðar getur alltaf eins búið við trefn og kasta skít í hvort annar. Við myndum ekki að hóknum og hvað þá fundum. Sýnir smá mannasiði. Hvernig var drifið? Ég veit það ekki, sá ekki stúkusörið, en það er það lengst þar. Hvað sem það læktur um það? Hefur þið ekki fyrir fólki á þér eða? Ég hef aldrei sér líka með einhvern annan með. Auðvitað stendur mér eitthvað saman. Hlættur þú stein eða? Nei, ég er bara... Já, þú bara... Hvað er þetta? Já, mér finnst það fremur grunnsamlegt að við höfum náð að halda þessa fundi í 3 ár og fyrsta fundurinn sem þú birtist, þá er einhver myrtur. Nákvæmlega! Við skulum bara varlega með ásakanir. Það er samt rétt hjá henni, við þekkjum ekki þennan bursta. Ég ekki veit. Þú varst fram í smástund, það fóru allir fram í smástund. Reyndar.
Símaskrámaður, hvert átt þú? Inn í eldhús. Geturðu sannað? Ég þarf ekki að sanna nokkuð skapaðan hlut fyrir þér. Ég er að minnst gott ekki að éta fólk. Það gerist einu sinni. Já, en það var samt nóg til þess að við skýrðum í höfuð á því. Við erum ekkert að kalla það slátrað því við gefum stundum beint í kjötborðinu í ærkaupum. Nú ég held að... Nei, við köllum þið slátraðan því þú losaði þig fyrsta líkið með því að hakka það niður og svo bara varðstu að smakka. Bara smá. Dísus, þetta var sagt í trúnaði. Ég trú ekki að sagt þetta fyrir fram að busan. Og svo var það fremur grunnsamlegt. Ég meina, þú skýtur ekki það sem þú borðar. Þannig að fór að grafa þig. Börnin. Nákvæmlega, svo hætti. En við þurfum ekki að ræða þetta frekar. Ég listamaður í frú. En það bragðið samt gott. Viltu í alvöru að hætta þessu? Ég notaði hvort sem eins og mikið krydda að fast ekkert bræði. Svo fór ég ekki á hólur. Misdjúpar, en nódjúpar. Ættum að tala með það. Ó, mér er svo óglað. Einhver gerir þessu herbergi í morgingi. Hlusteinu á mig, fyrir. En hvað öllur er líkið? Slátrarinn sér það. Viltu í alvöru að hætta þessu? Nammi. Andjóks eða hættur þessu ekki þá? Þá hvað? Dreipur mig, ef þú drafst latnið. Ég leysti málið, ég ætla að fara að fá mig köku. Jísus, ég veit þetta fyrir upp. Þetta er gjörsamlega óleiðinda ástand. Það bannaði að greipa fram í. Ekki þú láta mig ná í boltan. Hvað er boltinn? Er þetta morðingi eða? Það er þetta frábært af morðingja. Já, ég fæði alveg gæsa. Já, samlótt. Ég næði boltan. Frábært! Ég er að kenna. Ég er að kenna. Sko, þetta er nákvæmlega ástæðan fyrir við þurfum við Boltin er vaktur og ég er með. Hvað þýðir það? Hvað þýðir það að bara ég má tala? Leið og einhverjum fá að segja eitthvað þá voru sá eða sami að réttu bönd og býða það allar boltan. Er það skilið? Gott, byrjum á mér. Ég veitti ekki lækni. Ég fór bara fram í smá stund til að tjekka á símanum mínum sem ég geymi frammi. Ég vill ekki taka neina sensa. Og ég myrti engan í leiðinni. Það á að vera slökkt á símum á fundum. Gott og vel, þú veit hvað ég er saklaus busið út næstur. Ég get ekki neitt. Ég hef bara kaffi og bara spjalla og... En þú fórst fram. Þú ekki um boltan. Afsagt. En þú fórst fram. Ég fór fram til að aftur þetta var ekki að komið fram í sal. Þegar ég sá að allt var komið þar, þá kom ég aftur. Ég get ekki neitt. Ég var bara að mæta. Hvernig veit ég að þetta er ekki eitthvað sem að þykir? Sem gerist hverju fundi? Þið drefum bara sportið. Þetta er fíblast í mér. Það því ég busi. Heyrðu, við gerum ekki svoleiðis. Við erum kannski morðingjar, en við erum ekki dónar. Eitthvað sem þú vilt segja, mannætan þín. Já, ég hef nokkuð að segja. Ég kemst að þú frá nóg að kjæfta henni þér. Ég er kurteis, þau að hætta, en þú hlustar ekki. Nei, sko. Þú ert ekki með bolta. Þannig er reglunan. Er það kannski sem þú gerir ekki? Að fara eftir reglur, eins og reglum að mér ekki neina fundu. Jú, Þú ert ekki með bolta. Þannig er reglunan. Þú mátt ekki tala. Þú ert ekki með bolta. Hermínur og frúr, að greinandi símaskrámaður hefur enga stjórnu sér. Hún veit ekkert hvernig reglur virka. Hún myrti lækni. Nei, ég var... Hún myrta. Ég meina það! Erum við byrjan? Æ, ekki alveg. Ég held við getum vitað með vissu hver myrti læknir. Málið er leyst og allt er í góðu. Mér er svo óglann. Ég er alltaf ógla. Gott og vel. Næsta rauðbyrgskref nákvæmlega hvað við gerum með hann. Við getum auðvitað ekki sleppt honum, þessi sjá. Og þessina stingi. Hvað er í gangi hérna? Við erum að eyðileggja allt. Við erum með reglur hérna minnur og frú reglur. Og allt erum við vissum því. Er ekki hægt að hittast þetta og sinna þetta fólk og skiptast á dagsörnum morgjósum og þess að allt fáið til vitleysu? Ég gerði þetta ekki, ég svara það. Ef þú gerir þetta ekki, hver gerir þetta þá?
Nú hlustið á mig. Ég er með boltan. Við erum hér með reglur og reglum verður að fylgja því annars fer bara allt út í mig. Hvað er í gangi hérna? Það er alveg bara Hvernig ertu í höndunum? Hvað meinarðu? Mér hefur ömulega. Lossaðu mig. Óþægilegt, ekki satt? Jú, og þess vegna er einmitt að losa mig núna. Koma svo. Hjálpar að anda rólega. Spara loftið. Ef þú ofandar fer moldin að streyma upp í nefið á þér og upp í þig. Hvað ertu eiginlega að tala? Þú veist að líkistur eru grafnar á það bil 30 metra dýpi. Hvaða máli skiptir það? Þú nefndir að draga dýpra en hvað? 1 metra? Hvað veist þú um það? Jörgina! Hvernig maður kraflar og klórar? Reynir að koma sér upp moldinni. Upp í sólarljósið. Kuldan. Hræðsluna. Þegar þú heldur og getur ekki meir. Þegar röddin er farin og reynir samt að öskra. Þegar þú staukast heim. Aftur út í mold. Þegar foreldræðinni veit ekki lengur hvernig þú að tala við þig. Þau eru með samviskubit eða eitthvað álíka fáránlegt. Þegar þú reynir að vinna úr þessu, tala við aðra manneskjur en það skilja þig ekki. Skilja ekki hvað málið snýst. Þú ert aldrei öruggur. Fyrst alltaf eins og þetta getur gerst aftur. Og það eina sem þú heyrir á kvöldin og hann fer að sofa er röddin í manneskjunni sem dróð þig. Og mörgum ára seinna, það eru sögur af hóp sem hittist og gortar, ræðir hvað séu sniðir, klárir og skemmtilegir. Svo kvöld eitt, að vinna á barnum, kemur hópur af kátu fólki, aftar ranski strikki og allt í einu kannastu inn röddina. Þú þekkir röddina. Þú munt aldrei gleyma röddinni. Það var röddin sem tók þig, sem skildi þig eftir, sem gróf þig. Það var röddin í... Og þú fattar að þú myndi hópinn. Hvað ertu að tala? Businn var einnig fyrstur sem þú hróst. Læknir, þú lifir. Ég sá mikið samur. Þú sagði mig. Nei, Hvað meinar með nei? Þetta losar mig. Við erum vinir. nei, Þú þekkir mjög lengur en busan. nei. Þannig að þú fer að hugsa, hvernig get ég orðið hluti á þessum hóp? Og eftir nokkra daga er svarið augljóst. Ég verð að myrða eitthvað. Losaðu mig. Mamma og pappi voru aldrei sögum eftir að tókst mig. Þeim fannst eins og það hefur klúrað málunum. Voru nánast hægt að talast við. Það var engin missir af þeim. Ég eitraði þeim. Af hverju? Hann var síðast heimann á kvöldið. Kvöldið að barnum. Ég elti hann heim, skrifaði hann heimilisfangið, njósnaði hann í marga daga, sá hverjum var hann og veru, bankaði upp á, sagðist vita hverjum væri og bara það hugmynd. Sem ég fannst góð. Hvað er þið að tala? Businn myndi fá þig og ég myndi taka rest. Ég held að það sé rétt sem þú sagði. Hermikrákan er miklu betur nafn en læknirinn. Ef ég kem ykkur út úr spilinu, get ég einfaldlega hermt eftir ykkar aðferðum og komist í gegnum mun fleiri mót án þess að vera grunnaður. Enginn eftir sakningar og ég mun halda nafni ykkar lífandi. Og eftir allt saman, er það ekki það sem skiptir mestu máli? Nafnið, að allir tali hann, að allir viti af morðinganum. Þið eitrið kökuna. Það var gefið. Svo settu við smá eplakokteil í kaffið svo til að regla skynjunina og gera þetta svolítið stressaðri. Það virkaði fullkomlega. Hermikrákan, þær voru ein óvaritt og ég fætti til. En blóðið? Blóðbankinn. Ekki sant? Hvað þekkir mig? Grafa þig. Á 30 metra dýpi. Það er svo ég líkist. Nei, á! Og það verður ekki taka neitt tíma. Gröfin hefur þegar verið grafin. Þú vaknar í fyrramálið og það var á seint að gera nokkuð skapaðan hlut. Við munum aldrei sátt aftur. Aldrei, og þú mann samlingin.
Ef þú sérð eða heyrir eitthvað af sögunum sem ég hef sagt fyrir kvöld, þá lætur þau engan vita. Einmitt, takk. Já, takk fyrir. Komum nú út. Læður. Ei, mér er illt í hausnum aðeins. Já, hætti að væla. Þú ert á heimiki. Það er að tekka á símaskrámanum. Ég held að ég alveg fengið höfka á höfum. Þessi blessuð og óleikara maður. Á, ég vöknuð. Hann læði það. Hvernig ert þú? Æ, ég hef svo sem verið betri sko. Kipti mér svo svakalega inn í herbyggi að ég fengi ykkur nikk á bakið. Já, þú lifir þetta. Fá ykkur köku. Já. Er eitthvað í kynningu? Við erum á áallum. Þeir ætti að vera komin að grunna eftir kannski það. 5 mínútur, 7, þetta verður vesen að koma að slátrarnum í bílinn og vitandi hvað hann áleikur, gæti það vel verið. Ég hef allir að sakna hans. Bus, það var alltaf meitt var við hann. Grefur snegin gröf og fattaði það ekki. Hjálmi. Hvenær vaknar slátrarinn? Hann var alltaf svoandi. Saltrætt hérna mynd. Leiðar koma gröni, vaknar hann og klárar málið. Ég fekk busa með þessu, alltaf losa hann. Ég kaupa stúmskóflið. Þetta á ekki að taka langt eftir tíma. Þú múttir ekkert láta á hann reyna? Busan? Nei. Þegar þú kemur inn í þennan félagskap með það fyrir augum að eyða honum einu við þér. Það má enginn vita til þess að sóla. Þetta er eitthvað. Þið virkilega góð pakka. Já, takk. Máttu ánægð með hennar sóluðu. Jæja. Þá getum við byrjað raunverulega fundin okkar. Hinn raunverulegi formaður, ég, vil fara yfir málin sem eru á raunverulega dagskrá hjá okkur í kvöld. Við guðanabænum fáum okkur aðeins fyrir að fundinni, þannig að það hennar við heim. Já. Jæja, þá getum við farið í aðalmálið. Það er að segja karaoke-listin. Hver ætlar að taka strenga lag? Ég? Nei, ég ætla að taka það. Það er lagið mitt. Sá þig? Við öllum greiddum atkvæðin. Og kveikjum aðeins á. Léttum aðeins að stemminguna. Andan að baka kökur. Þetta er hugmynd sem hefur komið upp áður. Það er hvort að reyna að vera breytingum fyrir mjög lífi og einstaklingunum. Það er hvort að við klæða fyrir nokkurs konar búning. Eitthvað sem hræðir á sama tíma er spennandi. Þetta sem við erum að byrja í eitthvað. En ég vil samt aðtuga stemningunni í hópinni og lengra átökum. Ég væri til í búning sko. Áhugaður að sjóna hann. Ég var nú líka til í búning sko, við stöðum að spyrja. Já, gott. Þá er það ákveðin engin búningar. Nei, þá, þessu starfið. Ég kem með kökuna í næstu viku. Ekki ég!